starfsemi loftljósmyndastofu eða myndmælingastofu Náttúrufræðistofnunar og þá sérstaklega að fjalla tvö skemmtileg verkefni, vöktun á eldgosinu í Fagradalsfjalli og svo líka vöktun Surtseyjar. Og hérna eru dæmi landmótun og myndun lands en svo líka landeyðingu. Þess vegna svona dálítið skemmtileg verkefni að fjalla En við erum sem sagt að magntaka þessar breytingar með tækni myndmælinga eða þrívídda tækni. En myndmælingar eins og orðið gefur til kynna sem eiginlega þýðing á orðinu photogrammetry. Ljós, gram að teikna og metri að mæla. Þannig að tækni felst í því að teikna yfirborð í þrívídd út frá ljósmyndun sem í tvívídd og þannig að hægt sé að framkvæma mælingar. Við höfum verið og við hérna hjá Náttúrufræðistofnun höfum verið að sérhæfa okkur í myndatöku úr litlum flugvélum. Við notum sem sagt stafrænar myndavélar, svona eiginlega bara venjulegar vélar, ekki neitt voðalega dýrar vélar í þetta sem dálítið kostur við myndmælingar í dag, að það hægt að gera það, nota bara venjulegar myndavélar í þessi verkefni. En við hefum sem sagt verið að mynda úr litlum flugvélum eða þyrlum, þannig að við náum að fanga stórar myndanir á stuttum tíma. En höfum samt alveg líka verið að nota dróna í smærri verkefni. En loftljósmyndastofan rekin í samstarfi við aðrar stofnanir og þá má nefna þá Jarðvísindastofnun, Háskóla Íslands, ISOR, Veðurstofuna og við höfum líka unnið í samstarfi Landmælingar Íslands til dæmis, mikið núna undanfarið. En aðferðin í stórum dráttum þessi. Fyrst náttúrulega myndatakan. Hún getur verið úr hvaða myndavél sem eins og ég nefndi og hvaðan sem úr lofti eða jörðu, fótgangandi. Svo fer fram úrvinnsla gagna í tölvu og í myndmælingaforriti. Og þar býr til forriti til líkan sem þá flýtur svona eiginlega í loftinu, afstætt hnitakerfi. En til að nota gögnin í vísindalegum tilgangi þarf að bæta þá við skala eða hnit. Og það gert með því að ég skal nota laserinn hérna, nota eða mæla fastmerki á jörðu sem sem sagt á dreifð í kringum svæði sem verið að mynda og mæld með nákvæmis GPS-tæki. Staðsetningin mæld á þessum flöggum eða fastmerkjum og staðsetning þeirra síðan sést á ljósmyndunum og sem síðan undirstaða þessara líkana, þrívídda líkana og þá hægt að hnitsetja líkönin mjög nákvæmlega eða færa þessi líkön yfir í segjum raunheiminn. Og líka þá hægt að gera alls konar mælingar á þessu líkön. Og svo þegar líkanið tilbúið, þrívídda líkanið, þá allavega þessi undirbúning vinna til einhverju svona punktaský með þessu þrívíðar yfirborði, að þá hægt að fara í þrívíðar kortlegningu út frá myndunum í stereo til dæmis. En svo líka hægt að láta framkalla og framkvæma nánari úrvinnslu úr þessum gögnum og búa til punktaský eða hæðarlíkön, mesh-líkön sem náttúrulega hæðarlíkön rasterar, myndkort rasterar, en mesh úr vektorum, en þau samt líka að geta verið hnitsett og þau eiginlega mikið notuð í
í tölvugrafík og það hægt að snúa þeim og skoða þau úr öllum sjónarhornum. Mjög skemmtileg líkön. Og já, þannig að þetta í svona stórum dráttum aðferðafræði við gerð þessara líkana. Og hérna sjáum við dæmi afurði frá Surtsey. Hérna hæðalíkan í 20 cm upplausn, þannig að við erum að búa til mjög nákvæm gögn. Því að myndatakan náttúrulega úr ekki mikilli hæð og upplausnin á gögnum þannig mjög góð. Myndkort til dæmis 5 cm upplausn og hérna svona þrívíddarlíkan, messlíkan með 5 cm upplausn. Þannig að förum aðeins yfir vinnuna í kringum eldgosið í Fagradalsfjalli. Við sem sagt náðum að fljúga það bil 30 skipti yfir eldgosið og á þessu 6 mánaða tímabili og náðum þá að fanga og skrásetja breytingarnar í hrauninu og gosöpunum mjög nákvæmlega. Við gáfum út hæðalíkun sem fóru til fagaðila og voru notuð í ýmsa útreikninga. En við gáfum líka út messlíkun, þessi þrívíddarlíkun, sem voru þá birt inn á samfélagsmiðlum. Og til dæmis má finna allt okkar safn af líkunum inn á síðu Náttúrufræðistofnunar undir hérna eldgos í þrívídd. Og líka inn á Sketchfab, þar finnið öll þessi 30 líkun. Eða svo. Hérna svona dæmi líkan sem við bjökum til að fara þetta frá 12. maí. Eða apríl. Og myndkortin voru birt inn á umbrotasjá Landmælinga og þau eru þar ennþá og þau geti skoða hraunin þá og gert mælingar og sé líka söguna, breytingarnar, framgang eldgossins þarna frá upphafi. Mjög skemmtileg síða. Við notum eiginlega oftast þessa flugvél hér frá Garðaflugi, Partenavia TF-BM 2 Hún sérstaklega hönnuð fyrir loftmyndaflug og með gati í gólfinu fyrir ýmis tæki, meðal annars myndavélar af ýmsum stærðum og gerðum. Og við notum þessa vél hérna, Hasselblad A6D, 100 megapixel og mjög öflug vél, medium format, dálítið iðnaðarvél en mjög öflug í þetta verkefni. Og hérna okkar fyrstu flug voru reyndar dálítið ævintýraleg því að vélin hjá Garðaflugi var ekki tiltæk og ég hafði þá samband við flugfélag Austurlands sem ég þekkti vel og hafði flogið með í fyrri verkefnum og fekk þá til að koma til að fljúga með okkur þarna fyrstu dagana þegar eldgosið hófst. En þeir eru ekki með gat í gólfinu og við vildum ná lóðréttar myndir. Þannig að við opnuðum hurðina og settum myndavélina í gáttina og tókum myndir þannig lóðréttar. Og á myndinni hérna sjáum við mig og minn aðstoðarmann, hann Níls G.S. Þjóðveri, sem var hérna aðstoð með á þessum tíma. Og við erum græjaðir hérna öryggisbeltum því að við vorum náttúrulega með opna hurð. Það var náttúrulega ákveðin áhætta sem fylgdi því. En þetta gekk allt vel og myndatakan skilaði góðum gögnum og það var mjög mikilvægt að ná að fanga þessu fyrsta augnabliki í framgang eldgossins. Líka dálítið gaman að segja frá því að við fyrir gos, 14. mars, þá vorum við á svæðinu og við vorum að staðsetja fastmerki. Eins og við sjáum hérna Geldingadali og þetta rétt fyrir gos og það er dálítið bara
áhugavert að vera þarna rétt fyrir gos og við vorum einmitt að undirbúa svæði fyrir myndatöku en þetta svona náttúrulega bara sýnir fram hversu vel unnin störf okkar vísindamenn unnu við að kortleggja kvikuna þegar hún var ennþá í skorpunni á leiðinu upp og gátu spáð síðan fyrir með tiltölulega góðri nákvæmni hvar svona kvika myndi brjótast úr. Og þess vegna vorum við náttúrulega, við vorum að miða við þau gögn og þess vegna vorum við þar að vinna þessa undirbúningsvinnu. Og við náðum þá náttúrulega með myndatöku þarna fyrir gos að útbúa hæðarlíkan af svæðinu fyrir gos sem við síðan notum til samanburðar. Síðan bjuggum við til ný líkön af hraununum og við gátum alltaf dregið frá eldra líkani þá dregið frá hinu til að finna mismuninn. Og hérna sjáum við dæmi það eins og þegar við notum hraunlíkan og það dregið frá þessu líkani fyrir gos þá fáum við þykktarkort með nákvæm þykktarkort og við einmitt gátum útbúið svona þykktarkort reglulega og eigum í dag náttúrulega stórt safn af þykktarkortum þannig að þessar breytingar eru allar skrásettar. En svo líka hægt að bera saman hraunlíkön og þá hægt að sjá alls konar ferli sem eru kannski ekki eins sýnilega á yfirborðinu. Til dæmis þegar hraun að tjakkast upp og það mjög mikilvægt að geta séð það og því að oft verða þá undanhlaup frá þannig ferlum eins og þegar hraun að tjakkast upp og það mikilvægt fyrir yfirvöldin að geta séð það. En svo líka ef það eru hrun, uppleiðsla hrauna eða hraunin að skreppa saman, þar sem eru að kólna eða að verða einhver svona innri breytingar. Þessu hluti hægt að sjá út frá þessum kortum. Þannig að þetta eru alveg ómætileg gögn og virkilega skemmtileg gögn. Það gaman líka að segja frá því að við vorum að ná að skila gögnum í nær rauntíma, ekki alveg í rauntíma náttúrulega, en í nær rauntíma sem afrek, menn hafa verið að reyna þetta og svona einhvern hátt að gera þetta en við náðum alveg að gera þetta á skilvirkan hátt og sem skilaði, náðum góðum árangur í því. En það náttúrulega mjög tímafrekt að vinna úr þessum gögnum yfirleitt. En við vorum að ná að fljúga innan við klukkustund, afla gögn og svo var úrvinnslan svona í 3 til 5 klukkustundir þannig að við vorum að senda síðan gögnin til almannavarna innan við 3 til 5 klukkustundar sem mjög gott. Og svo má líka nefna það að myndatakan náttúrulega var í öruggri fjarlægð. Við vorum að mynda tiltölulega hátt, svona 1500 til 2000 metra hæð og myndirnar eru í ágætri upplausn, 70-30 cm upplausn og við vorum að ná að kortleggja hraunið í heild, sem líka afrek að ná því, eða við vorum eiginlega oft að kortleggja talsveit stærra svæði yfir 25 ferkilometra. Þannig að oft náttúrulega smá bjögun á jöðrunum á þessum líkunum út af það sem skörnin minni á myndunum. En þegar við erum að ná svona stórt svæði þá hraunið náttúrulega mjög vel dekkað og þess vegna erum við svona nokkuð örugg með okkar með gæði gagnan okkar. Og þessar mælingar náttúrulega gáfu rúmmál og flatarmál og hraunflæði sem eru mjög mikilvægar tölur þegar maður er að vakta
eldfjall, þetta eru tölur sem maður vill vita. Og eins og við sjáum hérna, við gátum fyllt eldgosinu alla þessa 6 mánuði og mælt og myndað og mælt, fengið þessar tölur reglulega. Og auðvitað, það voru áskoranir við myndatökuna. Það er ekki auðvelt að mynda þegar mökkur yfir eldgosið. Það er rókýrið og uppstreymi náttúrulega heitu lofti. En þannig að það var svolítið erfitt að fylgja einhverju flugplani á þessu tímabili. Við vorum alltaf bara svona að bara fara eftir aðstæðum og auga. Svo er náttúrulega skýjahaulan líka áskorun hérna á Íslandi sérstaklega. Hún var lág, þá þurftum við að fljúga lágt og taka þá fleiri myndir. Og þá var náttúrulega ákveðin dýnamík í því. Breytileg skýjahaula, veðurfar líka náttúrulega, okkar íslenska veður. Og svo voru líka náttúrulega tína fastmerki undir hraunum. Og sum þeirra brenndu í suðurbruna. Það var eitthvað sem kom á óvart. En já, náttúrulega kviknaði í mosunum þarna í kringum hraunin. En svo náttúrulega þurftum við líka að fylgjast með flugumferðinni. En þetta var auðvitað allt mjög skemmtilegt og fróðlegt að geta unnið þessi störf í kringum eldgosið og geta skilað þessum gögnum. Og það er hérna verið núna að skrifa þetta greinar þessa vinnu og niðurstöður. En förum þá yfir á annan stað, þar sem ekki beint landmótun heldur, landmyndin heldur landeyðing. Og röðöflin þar eru sterk og mikil. Og síðan 2019 höfum við farið til Surtseyjar og kortlagt Surtsey með dróna og líka úr þyrlu. Og Guðmundur Valsson hjá Landmælingu hefur mælt þá staðsetningu fastmerkjanna. Og Jóakim líka hjá Landmælingu hefur síðan hjálpað okkur með úrvinnslu gagna. En þrívíddarlíkan má líka finna á síðu Náttúrufræðistofnunar og það má skoða það. Og við erum líka komið með þetta líkan inn á síðu sem heitir WAF3Geo, Virtual Outcrops, og þar er hægt að gera einfaldar mælingar og skoða ýmsum áttum, en mjög skemmtileg síða. Og við sem vinnum jarðfræðistörf í kringum þetta erum líka að nota annað forrit sem heitir Lime. Þá getum við sótt þessi líkun úr þessari síðu og fært þau beint yfir í þetta forrit sem við notum sem heitir Lime. En Jóakim, hann útbjó líkon, notaði gamlar loftmyndir frá 67 og svo 74 og útbjó hæðalíkon fyrir þessi tímabil. Og við gátum þá borið saman við okkar líkan síðan frá 2019. Mér finnst svolítið gaman að því að þessar tölur hérna cirka 0,1 brúmkilometr, þetta er eiginlega talan sem okkar fyrstu jarðfræðingar hérna, Sigurður Þórarinsson og fleiri gáfu fyrir rúmmálið á Surtsey, þarna kringum, mitt 67. Þannig þeir voru mjög nákvæmir í hvernig þeir mældu rúmmálið. En náttúrulega út frá þessum líkanum þá gátum við reiknað þessar tölur hérna og við erum búin að sjá að náttúrulega flatarmálsbreytingin í kringum 53% og rúmmálsbreytingin kringum 29%. Sem sagt, sjórinn er búin að rjúfa talsverðan hlut af eyjunni hérna í burtu. Og svo líka vindöflin. Og
leysingar. En hérna sjáum við dæmi svona frádrátt, þar sem við reiknum eldra líkanið dregið frá hinnu og við fáum ákveðinn mismun og þá sjáum við einmitt svona kort og hérna getum við þá reiknað nákvæmlega allar þessar breytingar og rof og líka ef það verður til dæmis einhverja setmyndanir og við getum eiginlega farið í sauman á þessu mjög nákvæmlega og reiknað út bara fyrir mismunandi gerðir af landslagi og hraunið, til dæmis móbergið, tangan, fengið tölur fyrir allar þessar breytingar. Og hérna sjáum við til dæmis niðurstöður af því, til dæmis ef við skoðum þetta 7 ára tímabil, hérna 67 til 74, að þá var strandlínan, hún hopaði svona 25 til 35 metra á ári og samtalstap af hrauninu, hraunjaðrinum voru 9 milljón rúmmetra cirka, eða samsvarar það verið 40.000 gáma, við talum svona 6 metra gáma, 33 fermetra á ári af efnisflutning sem tapast þarna á þessum 7 árum. Af móberginu þá var náttúrulega, eða gjóskubunkarnir, þeir voru ekki ummyndaðir ennþá á þessum tíma, þannig að rofið var mikið. Landeyðing til dæmis 9 cm á ári, en samtalstapið voru kringum 250.000 rúmmetra. Sá það cirka 1000 gáma á ári. Og þegar við lítum á tangan, þá var náttúrulega tapið þar í kringum 500.000 rúmmetra, eða 2000 gáma. Eitt svona skip, það tekur 18.000 gáma til samanburðar. En svo ef við lítum á tímabilið 74-2019, þetta eru 45 ár, þá sjáum við að rofið, strandlínan er búin að hopa að meðaltali 8 metra á ári, allavega hérna á vestur hliðinni. Samtalstap 18 milljón rúmmetra, eða 12.000 gáma á ári. Og landeyðingin á móberginu núna, náttúrulega núna gjóskubunkarnir orðnir af móbergi að mestu lagi. Og þar landeyðing 2 cm á ári. Samtalstap cirka 1,3 milljón rúmmetra, 600 gáma á ári. Og tangin að tapa svona cirka 70.000 rúmmetra, 490 gáma á ári. Þetta eru dálítið skemmtilega tölur og gaman að sjá þetta svona. En rofið hérna var svona 56 sinnum hærra, eða meira, en á þessu 7 ára tímabili en hérna síðan 5 ára tímabili. Og bæði rofið á hraununum og svo líka rofið á móberginu. Það sýnir ykkur hérna sjáum við jarðfræðikort af Surtsey. Þetta eru hraunin, þetta eru svona hálfdyngjur. Hérna eru bunkarnir, gjóskubunkarnir, síðan verða þeir af móbergi. Og samtalsrofið eru 10 milljón rúmmetra. En samtalssetmyndun ofan á eyjunni var í kringum 1,4 milljón rúmmetra. Þannig að 30% af því núna rofið með við stöðuna í dag og 2% var aðflutt ofan á eyjunni á yfirborðinu. Svo hægt að náttúrulega fara lengra og leika sér með þessar tölur. Þetta er eins og spá fyrir hvað tekur langan tíma þá fyrir hraunin að hverfa. Og miðað við cirka 300.000 rúmmetra á ári tap, þá líftími hraunanna svona í kringum 100 ár. Meðan á tangin, miðað við 6.000 rúmmetra tap á ári, þá líftíminn svona 15 til 25 ár. Meðan að móbergið hérna, sem orðið talsvert hart og vel ummyndað, þar tapið í kringum 20.000 rúmmetra á ári. Líftíminn þá hugsanlega yfir 1000 ár. Þetta vitum við ekki alveg
með það en það allavega miklu lengri tíma en hraunið. Þetta svona kjarni sem kannski mun lifa og verður eftir. En við erum núna með dálítið nákvæm kort bæði fyrir 2019 og 2021 hæðarlíkun og rof til dæmis núna á síðustu 2 ár var alveg talsvert. Það var hérna sjáum við alveg 30 metra rof inn í hraunið. Þetta var náttúrulega yfir hella sem þakki bara gaf sig. En annars erum við að sjá hérna 9 til 17-20 metra rof á hrauninu. Það er náttúrulega minna að sjá hérna á yfirborðinu. En hérna voru alveg 6 metra rof núna bara þessum 2 árum sem mjög merkilegt og áhugavert að sjá. En gaman sé á rof á hrauninu sem sagt á þessu tíma var í kringum 260.000 rúmmetra, ekki milljón heldur rúmmetra. Þetta sem sagt ekki rétt, þetta rúmmetra, 200.000 rúmmetra. En hérna í Fagradalsfjalli kom upp í kringum 800.000 upp í svona 1200 eða milljón 1200.000 rúmmetra af hrauni á dag. Þannig að í samanburði erum við að tapa 130.000 rúmmetra á ári hérna í Surtsey. En hérna erum að fá síðan samt 800.000 alveg upp í 1200.000 rúmmetra. Já, milljón rúmmetra af hrauni á dag í Fagradalsfjalli. Og svo til gamans líka þá hefur við verið að kortleggja líka með þessari tækni, myndmælingatækni, fótspor í Surtsey sem eru varðveitt í Móberginu þar. Þau voru mynduð einhvern tímann 63 eða náttúrulega 63 eða byrjun 64 og í dag bara hörnuð í náttúrulega Móberginu og við erum sem sagt að kortleggja þau og hefum búið til þrívíddarlíkön. Hérna sjáum við hæðarlíkan, þessi fótspor koma vel fram og hérna hún Þorgerður Ólafsdóttir listakona ætlar að nota eitthvað af þessu fótsporum í sýningu og við erum líka að nota þau náttúrulega í rannsóknir. Þannig að bara ef ég loka hérna loka orðum þá myndmælingar, þetta einstök tækni til að vakta örar landslagsbreytingar. Í eldgosinu í Fagradalsfjalli náðist góður árangur í nær rauntímavöktun og hægt að mæla rofið í Surtsey mjög nákvæmlega með þrívíddartækni. Myndmælingar gera kleift að magntaka stærðir og rúmmál á hlutum sem sjást á myndum án þess að valda raski, sem náttúrulega mjög skemmtilegt. Við þessa tækni að við getum tekið eiginlega með þér heim hvaða landslag sem eða hvað sem hvaða hlutur sem og þú getur gert mælingar og nota gögnin á vísindalegan hátt en þú ert ekki að raska neitt að valda neina skemmdir. Og þannig umhverfisvæn aðferð en ótrúlega öflug. Þannig ég vil eiginlega bara þakka fyrir mig og þakka ykkur sem tóku þátt, komu að hlusta. Já, þakka kærlega fyrir, Birgir. Mér finnst mjög gaman að heyra þessar rannsóknir og áhugavert hvernig notið þessa tækni. Ég hvet ykkur hérna úti endilega til að skella inn spurningum á Birgi. En ég hef tekið eftir því sem sagt í tengslu við eldgosið við Fagradalsfjall að þrívíddarlíkunin sem þið hafið gert þar að þau hafa vakið mikla athygli og fólk út allan heim
bíður spennt eftir að sjá nýjasta líkanið og sum líkönin sem hafa verið skoðuð af tugum þúsunda manna. En hér ein spurning komin frá Írisi. Hverjir eru kostir og gallar við að taka myndir úr flugvél versus með drónum? Ok, mjög góð spurning, Írís. Náttúrulega, þetta eru bara mismunandi aðferðir, en það fer bara eftir líka hvað þú vilt fanga. Það til dæmis, við notum þessa tækni mikið í jarðfræðikortlagningu og þá erum við að kortleggja fjöll, háfjöll. Og það getur verið krefjandi erfitt að mynda háfjöll með drónum. Það tímafrekt og hættulegt. Maður þarf eiginlega stundum að bera drónan á bakinu og labba upp fjallið og svo nota hann hátt. En með flugi þá náum við að fljúga og kortleggja til dæmis fjall á bara fáeinum mínútum og erum að fá eiginlega bara öll þau gögn sem við þurfum. Þannig að þetta bara spurning upplausn og tíma. En þetta eins og ég segi, það gott að nota dróna í smærri verkefni. En við höfum notað mikið flugvélar því að við erum oft að kortleggja fjallgarða og stærri svæði. Þannig að það svona í stuttu máli svarið þessari spurningu. Takk fyrir. Hefur eitthvað svona spáð í framtíðina í þessari tækni? Hvernig þú sér hana fyrir þér? Já, hún náttúrulega hröð þróun í tækninni, tengt myndmælingum og það til dæmis mjög tímafrekt og getur verið erfitt að staðsetja fastmerki í kringum mjög dýnamísk umhverfi eins og eldgos. Og eins og ég sáu þarna þá þurftum við alltaf að vera endurnýja fastmerkin og því að þau fóru undir hraun tiltölulega hratt. Og það náttúrulega ákveðin áskorun að sinna því starfi. En það til dæmis ef að þú getur notað mjög nákvæmis GPS í flugvélinni og tengja þá myndirnar við nákvæmt hnit, mjög nákvæmt hnit á sentimetra nákvæmi, að þá þarft ekki eins mörg fastmerki á jörðu. Og það eitthvað sem við erum að vinna við núna í að nota, það RTK búnaður í flugvélunum og við myndatökuna. Þannig að við getum búið þá til mjög góð líkön, nákvæm líkön bara beint úr ofnunum eins og sé. Án þess að þurfa að nota mörg fastmerki á jörðu. Það svona eitt sem við erum að reyna að betrum bæta þessari tækni. Hér spurt, hefur verið gefin út einhver greinargerð eða samantekt kortlagninguna á rofi Surtseyjar 2019 til 2021? Nei, við vorum einmitt náttúrulega bara að ganga frá gögnunum fyrir myndatökuna núna í sumar. Þannig að þetta sem ég var að sýna ykkur núna áðan bara glænýtt. Við skrifum grein náttúrulega þennan samanburð milli þessi tímabil, 7 ára tímabil, 67, 74 og 2019. Sú grein að finna í Surtsey Research, inn á surtsey.is. Þar finnur nýjasta hefti Surtsey Research. En það kemur að því að við skrifum þessa breytingar milli 2019 og 2021 og það verður einmitt gaman að við erum náttúrulega þá með mjög nákvæmar upplýsingar veðurfar og storma og svona sem hafa hugsanlega haft verið þá roföflin á þessu tímabili sem við getum þá grúskað í og tjekkað og kannað og borið saman við þessi gögn sem við erum með. Þannig að það verður mjög skemmtilegt að skoða það.
Já, hérna kemur ein ábending frá Magnúsi. Hann segir að til gamans megi nefna að skoða má líkan af sporinu, sem þú sýndir mynd af áðan, úr Surtsey, á nýrri sýningu Þorgerðar sem opnaði núna 19. nóvember í Surtseyjarstofu í Vestmannaeyjum. Já, takk fyrir það. Ég vissi ekki einmitt að það væri byrjað, en ég vissi af þessu fótspori. Ása, hún spyr, nú hafa verið teknar mikið af radargervihnattamyndum af Fagradalsfjalli. Án þess að vera viss geri ég ráð fyrir að það sé verið að vinna hæðalíkön úr þeim af breytingum á hrauninu, eða hvað? Hafa þessi gögn og ykkar gögn verið borin saman? Ekki hef ég sjálfur verið í því að gera það, en ég veit að þessi gögn eru til og allavega einhverju leyti, veit ekki hversu oft þessar radarmælingar voru gerðar. En já, ég veit ekki líka hvernig ég fara svona að hnitsetja þessi líkön, hvernig það er gert, en það er náttúrulega mjög áhugaverð tækni að geta líka séð í gegnum skýjahulu. Það er náttúrulega var oft áskorun hjá okkur að mistum oft marga daga út af skýjahulunni, en með radar er hægt að sjá ýmislegt sem náttúrulega við gátum ekki séð. Þannig að það verður gaman að fylgjast með niðurstöðum úr þessum mælingum. Og við erum líka til dæmis núna að fara að nota meiri hitamyndavélar, líka mynda með hitamyndavélar. Þannig að ef það kemur annað gos, þá verðum við bæði með RGB-myndavél og líka hitamyndavél. Og þannig að við munum fá líka dálítið skemmtilega gögn út úr þeim vélum. Já, það er áhugavert.